Melting er þegar að fæða er brotin niður í einingarnar sem hún er gerð úr. Það er misjafnt eftir því hvort við erum að tala um meltingu lífvera eins og okkar eða meltingu frumna, en í grunninn er þetta nú samt það sama. Við meltum matinn sem við borðum, meltingin byrjar í munninu, við byrjum að brjóta niður með tönnunum, blöndum við hann munnvatni, síðan fer hún í maga þar sem meltingin heldur áfram og það er svo í skefugörninni sem að meltingarensím bætast við og í smáþörmunum er maturinn hægt og rólega brotinn niður í smæstu einingar sem hægt er að brjóta niður án þess að taka þetta allt bara í sundur í frumeindir. Þannig eru til dæmis prótín brotið niður í amínósýrur, fitan er brotið niður í fitusýrur og glýseról og kolvetni eru brotið niður í glúkósa eða þrúgusykur. Í raun eins litlar einingar og hægt er, þannig að þetta sé ennþá samt eitthvað notæft byggingarefni og þetta eru nógu litlar einingar til þess að komast yfir í blóðið. Því að í smáþörmunum fara þessi efni yfir í blóðið, eru flutt með blóðinu líkamann og þar eru þau notuð aftur annarkvort til þess að brenna þeim til þess að fá orku eða sem byggingarefni til þess að byggja upp líkamann og endurnýja frumur og gera við. Á frumustiginu að þá koma þessi efni inn í frumuna, það þarf stundum að brjóta þau eitthvað pínu meira niður, það laga þau til og það er meltingin sem fer fram þar. En melting er sem sagt að brjóta efni niður í minni einingar þannig að það sé hægt að nota þau.